Komið þið margbless og sæl og verið velkomin í Listasafn Reykjavíkur. Ég heiti Markús Þór Andrésson, deildarstjóri sýninga og miðlunar hér í safninu og sýningarstjóri sýningarinnar Guð hvað mér líður illa, þar sem við sýnum verk Ragnars Kjartanssonar. Vertu velkomin Ragnar. Þakka þér fyrir Markús. Nú, hér erum við samankomin og ég þakka ykkur innilega fyrir komuna öllum saman að sýna þessu málefnum áhuga. Við höfum gaman að því. Samtíma listum. En hér á sýningunni fögnum við listinni í allri sinni dýrð. Ekki bara myndlistinni. Vegna þess að Ragnar hefur stólist svona í hin listformin. Öll. Ertu ekki bara tilnefndur til ballettverðlauna ársins á morgun, á Grímunni? Ég og Margrét Bjarnadóttir, sem erum einn maður sem dansfjöldur. Það séu það. Já. Þannig að þú hefur svona pissað utan í ótrúlegustu hluti í listheiminum. Ekki bara myndlistin. Nei, af því að maður lærir það í myndlistaskólanum að myndlistin gefur manni leyfi til að pissa utan í allt. Enda var nú upphaf nútíma myndlistar var pissuskálinn hans Margrét sjálf. Það greifstu þetta á lofti, gott. Svona verður þetta, krakkar, skemmtilegt. Fram og tilbaka svona. En þetta er ágætis byrjun, sko, að fara út í þessa sálma. Það er þessi árátta þín sem við sjáum svo vel á þessari sýningu að fara í allar áttir með þetta. Af hverju má myndlistarmaður gera það en ekki hinu? Af hverju mátt þú stelast í öll listform? Af því að myndlist er best. Og myndlist er mesta listræna frelsi. Það er þessi furðulega ákvörðun að leið þú segir já, ég er myndlistarmaður, þá einhvern veginn hefur eitthvað svona algjört frelsi til þess að vera sko í rauninni, þú veist, skoffín eða flækingur, gera hvað sem er. Það sem alltaf fundist mjög viðeigandi verkin hans Bigga Andersar hvað heitaði það aftur? Annars vegar fólk. Það sem voru flækingar og svona fólk sem bara lifði einhvern veginn utan við samfélagið á sínum tíma í íslenska bændarsamfélag. En ég er ekki að segja að vera myndlistarmaður sé að lifa fyrir utan samfélagið, það er bara þetta svo dásamlega óskilgreint starf. Af því að þó að það sé náttúrulega æðra að vera ljóðskáld, við myndum segja það sem miklu æðra starf, en þá er frelsið meira starf. Meira frelsi. Myndlistarmaður er meira frelsi. Við skiljum hvað átt við. En það sem ég skil ekki, það er af hverju ert þú frjálsari heldur en hinir listamennirnir? Er það formið, er það tungumálið, er það sagan, hefðin, byrðin? Ég held ég sé ekki frjálsari en aðrir listamenn, sko. Alls ekki. Nei, náttúrulega, maður talar frelsi en maður er náttúrulega bara, bugaður eins og allir aðrir. En ég meina það að ég sé svona mikið að flakka innan myndlistarinnar. Ég held að það sé líka bara það að hafa verið alin upp í leikhúsi þar sem öll listform eru innan. Þú ert að gera sýningu, þá ert að vinna leikmynd, þá ert að vinna með myndlistarmanni, svo ert að vinna einhverja kóreógrafi, þá ert að vinna með dansara, svo ert að vinna með músikanti og svo ert að vinna með skáldi. En það er allt samt innan veggja leikhúsins. En kannski var það bara líka dálítið að taka þá pælingu bara og setja hann inn í myndlistarsamhengið. Þá einhvern veginn eru miklu opnari fyrir túlkun og er ekki först inn í einu ofbeldiskennda boxi þar sem hurðirnar lokast og verður að sitja og klára. Þess að þið veitir að ég held að þetta komið mjög mikið úr leikhúsinu. Að geta fiktað við öll listform, en mér finnst þetta samt vera bara svo mikið bara úr reykvísku senunni. Maður er bara alin upp í senu sem að einhvern veginn leyfir sér allt og Einar Örn og Sigurmólarnir og segja að það skiptir ekki máli hvað hún getur heldur hvað hún gerir og allt þetta. Og ég held að það sé svona stór grunnur að því að maður sé að fikta við ýmislegt, en það er alltaf allt á forsendum myndlistarinnar. Það er þegar myndlistin
já, hún þetta er allt í samtali í rauninni við myndlistarsögum, þannig séð. Það náttúrulega líkur kannski hlutarins eðlimi þegar maður að sýna verkin í listasafni eins og hérna í Hafnarhúsinu þar sem áhorfandinn í þeim stellingum, gagnvart verkinu. En svo hefur líka farið með verkin þín inn á svið leikhússins og tala um verk ykkar Margrétar þar sem þeir eru komin bara í hefðbundið umhverfi þess listforms. Hvernig hefur þér þótt það að fara algjörlega út fyrir þennan verndarhjúp myndlistarinnar sem listasafnið eða listsýningarrýmið er? Já, eins og þegar ég var að vinna, ég unnið 3 verk í Volksbühne í Berlín og þá hefur það alltaf bara verið í rauninni að fara þangað og vinna það út frá forsendum myndlistarinnar en ekkert endilega maður náttúrulega að tala við leikhúsið en ég hef alltaf verið með eitthvað annað í huga en það var samt þegar við Margrét gerðum þetta dansverk núna hjá Íslenska dansfloknum þá fórum við bara algjörlega inn í það að gera ballett að bara vinna með ballettformið, að vinna með hreyfingu í rými og að mörguleiti sé ég það verk mjög mikið bara sem ballett en njúbeð, myndlist eða beður. Skiptir kannski verið einhver máli, þessar skilgreiningar allar? Jú, það skipta höfuðmáli. Mér finnst þessi, ég hef ekkert gaman af þessu flippi svona milli listgreina þegar öll eru boðin hvort. Þú veist, mér finnst ekkert eitthvað göfugt við að vera að dabla við svona mikið. Mér finnst það svolítið sóðalegt. En ég, þú veist, þetta er bara svona er ég bara gerður og get ekkert að þið gert. En það er ekki að mér þykir þetta eitthvað heillandi, Finnst öðrum þetta sóðalegt? Eins og rithöfundum eða leikskáldum eða leikstjórnendum. Finnst þeim þetta sóðalegt að horfa á þig? Prófa svona að fá lánað? Nei, heldur það er bara fólk hefur bara samúð með þessu. Og þannig að ég hef ekki upplifað það að fólki finnst þetta eitthvað. Nei. Þegar við náttúrulega lifum á svo jákvæðum tímum. Það er rétt. Var náttúrulega krúttkynslóðin og svona. Já. En bara áður en við höldum lengra þá langar mig að geta þess að okkur langaði mjög til þess að gefa ykkur kost að því að spyrja Ragnar spjörunum úr. En ekki alveg strax. Þegar mér langar til þess að fara úr þessu svona samkurli og þverfælegheitum og þessum nútímaleiðendum öllum yfir í einhvern kjarna. Og ég veit ekki hvað það á að vera, það er hægt að taka eitthvað eitt en gjörningur er óneitanlega eitthvað sem er svona dálítið kjarni í því sem við gerum, hvernig við nálgast hlutina. Og ekki síst í þessari sýningu þar sem að við setjum fram í A-salnum hérna 3 gjörninga eftir þig í röð og þeim fyrsta er nýlokið til tónlistarinnar. Þar voru tónlistarmenn, óperusöngvarar og píanóleikarar sem að léku eitt og sama verk Schuberts aftur og aftur og léku og sungu heila viku. Núna semst á laugardaginn næsta 17. júní þá hefst verkið Kona í E-mál þar sem að stök kona stendur upp á sviði og leikur á gítar og þetta varir í 11 vikur og svo klikkjum við út í lok sýningartímabilsins með verkinu Taktu mig hérna við uppþvottavélina þar sem að 10 Taktu mig hérna við uppþvottavélina minnisvarði hjónaband og þetta verk verið í 2 vikur þar sem að 10 trúbadólar eru viðlóðandi sýningarrými allir stundum flytja verk. Þannig að gjörningur er svolítið svona þungavikt hérna í þessari sýningu og er líka náttúrulega dálítið kjarni í því sem þú gerir og hvernig þú nálgast hlutin og talar oft það að mála sem einhvers konar gjörningar. Mér dætti ég kannski aðeins að fá þig til þess að fara ofan í þetta form, hvaðan kemur þetta, hvað eiga þessi 3 gjörningar til dæmis sameiginlegt sem við berum hérna á borð? Já, gjörningaformið, ég kynntist í rauninni bara maður man alltaf eftir gjörningum að svona viðlöðandi hættulegt fyrirbæri og ég held ég hafi kynnst því bara svona í alvörunni þegar fór ég yfir í kurs í Listaháskólanum sem hjá Ráðhildi Ingadóttur sem var með gjörningakurs og það var mjög skrítið, þetta var svona eins og þetta var fyrir einhvern að koma heim bara þetta meikaði algjöran sens fyrir mig að
að setja hluti á svið en einhvern veginn án þess að það þyrfti að vera upphafið í endir. Og síðan, kannski ef maður talar þetta frelsi listarinnar, að það bara fyrir mig að segja eitthvað væri gjörningur gaf mér alveg rosalegt frelsi til þess að geta gert hvað sem í nafni gjörningsins. Og það var líka mjög, og þetta var einmitt þarna áður en Marina Abramovic gerði stóru sýninguna í MoMA sem að gerði svona gjörningalistformið bara svona venjulegu listformið sem finnst mjög gott, það sé bara venjulegt listform, það ekkert sérstaklega en önnur listform. En það var dálítið svona tilfinning að gjörningur var eitthvað dularfullt og sérstakt. Og ég man þetta var svona töfraorð og maður bara fann það. Ég sagði, ég málaði málverk og þetta var kannski bara ljótt málverk og ég sagði, þetta málverk er dokumentasjón á gjörningi. Það að mála málverkið skipti meira máli en málverkið sjálf. Og ég fann það bara, og þetta var ekki loddaraskapur, ég fann bara að það gaf verkinu meiri kraft. Að það gengi út á athöfnin að gera verkið. Því að bara athöfnin að gera verkið, hefur, fer svona að skipta máli í alvörunni í listasögunni svona upp úr seinni heimsstyrjöld með abstrakt expressionismannum og öllum japansku gjörningunum og síðan kemur stóra sprengjan með feminískri myndlist. Og líka það sem mér fannst mjög áhugavert við gjörningaformið er að það í eðli sínu femínísk myndlist. Að svona stóra kanónan í gjörningalistinni eru konur og þetta er bara svona, þetta er svona mesta bylting í listasögunni sem við höfum upplifað og hún gerist bara fyrir korteri síðan að hálft mannkyn fekk rödd, að bara Karolí Sneemann er ennþá lifandi og hún var í rauninni fyrsta, ég það bara settum hann að það njútið eða hinn nakta kona fekk rödd. Hann búin að vera til í listasögunni bara endalaust og allt í einu bara fór hinn nakta kona að segja eitthvað og gera eitthvað og hún var fullkomlega sturluð, óþægileg, hættuleg, mögnuð. Og ég fæ svolítið gæsahúð bara að ég hugsa hvernig hinn femíníska gjörningamyndlist bara einhvern veginn gjörbreytti heiminum og hugsuninni hvað er myndlist og hvað er líkami í myndlist. Líkami var alltaf bara mótíf. Þarna breytist að líkaminn verður form. Og ég er mjög heillar af þessu formi og líka bara alltaf og þessi meili á pendul hvort þetta sé myndlist eða leikhús og ég man mér eftir einhver svona pallborðsumræðum þar sem maður var að vera að reyna að skilgreina hvenær er gjörningur leikhús, hvenær er leikhús ekki gjörn eða eitthvað og það er eiginlega ekki hægt að skilgreiningin er mjög óhöndlanleg. Það er eiginlega bara hvað þú segir það sé sem að lætur að vera það. Og síðan er náttúrulega gjörningurinn svo nálagt hinnu svona mannlegu ritúali, svo nálagt trúarbrögðunum. Og ég var kórdrengur í kaþólsku kirkjunni og kynntist þar ritúalinu mjög mikið og öllum þessum bannhelgum sem að voru síðan bara showbusiness og ég man og ég einhvern tímann ræddi við Ulay sem vann mikið með Ulay og Marina Abramovic unnum við mikið saman 8. áratugnum og ég upplifði þá stórkostlega stund að vera að drekka viskí með honum á bar þar sem við fórum að tala gjörningalistina og náttúrulega þetta upphaf þegar hann og Marina eru á 8. áratugnum að svona, eða í rauninni á 7. áratugnum
uppgöta þetta form mörguleiti og hann fór og hann stúderaði með munkum í einhvers staðar í Austurlöndum og með ættbálkum í Ástralíu og hann var alltaf og svo stúderaði hann kristna trú og stúderaði öll trúarleg ritual af því hann langaði til þess að búa til list sem gengur út á að vera humanist ritual. Hann fannst alltaf fallegt sko, þetta er trúlaust ritual það að vera manneskja en sækir ógeðslega mikið í trúarlega ritual. Og þessi þrígjörningar, og þessi þrígjörningar sem sagt til dæmis, eru þeir, myndirðu segja þeir eru dæmi þetta, einhvers svona ritualisering á hversdagslífinu eða á lífi manneskjunum? Já, ég myndi segja að þeir eru mjög mikil ritualisering. Fyrsti Andi Músík til tónlistarinn er rauninni ritualisering á hennu háleita og þú veist, og líka bara það þetta til dæmis líka hafa mjög sterk áhrif á mig því las að Friðrik Mikli Prússakeisari hann var náttúrulega trúlaus hommi á 18. öld en réði yfir Prússlandi og sagðist bara trú á listina. Það væri hans trú. Og þetta er svona, og þetta lag, Andi Músík, finnst mér svo mikið í rauninni faðirvor eða þjóðsöngur til listarinnar. Að bara listin bjargar manni úr gráma leiðindana og lyftir tilverun upp og þannig það mjög mikið svona ságjörningur mjög mikið til listarinnar. Svo Emol kona í Emol. Það er mjög mikið bara ritual þennan hljóm, bara einn hljóm og bara fyrirbærið bara konu, þetta gamla listasögulega fyrirbæri hlutgerfingu konunnar og síðan að bjóða því byrginn á sama tíma og búa til einhvers konar kirkju úr því. Nú er kannski komin alltaf ég á ekkert að vera að segja þetta. Þetta er ógeðslega væmið, mikið bull. Nei, þetta kallast líka með þetta gjörningalistasögur sem þú varst að tala áðan, bara hlut kvenna í gjörningalistin. Þetta kallast á við það líka, er ekki einhvern nátt? Jú, þetta kallast algjörlega á við það. Og þú veist, og bara mér hefur alltaf fundist þessi hlutgerfing mjög áhugaverð. Hef unnið síðan mikið með verk, byrja að vinna verk þar sem ég var að hlutgera sjálf af mig. Og svo fann ég, þú veist, fannst bara áhugaverð þessi hlutgerfing á karlmannum og fekk þessu verki sem ég gerir í Feneyjum, endalókin, sem ég fekk eða endurinn, sem ég fekk Páll Hauk Björnsson til þess að vera bara þennan gáfaða, magnaða póetíska mann til þess að vera bara í því hlutverki að vera fallegur í hálft ár. Og hann, þú veist, hann fekk bara sjokk á að mitt tímabilið að uppgöta hann bara hvað það að vera hlutgerður í alvörunni. Og nú skil ég hvað konur að tala Þetta er svakalegt. Og þetta er svakalegt í okkar kultúr. Og því þetta er svo djúpt og svo brútal. Já, þannig að þetta er allt. Og svo er uppþvottavélin bara svona einhvers konar ritual til móðurinnar. Já, þú veist, ég ætla bara að útskýra, þetta er allt eitthvað geðveik hippaverk. Það er bara móðurinn fróar sér, drengirnir spila á gítar. Takk fyrir. Þetta er að herraverðum með Ragnar Kjartansson í salnum og hann er hér glaður að svara spurningum, ekki bara frá mér, heldur ykkur líka, þannig að þið réttið upp hönd leið og já, það er strax komin spurningu fram, það er ánægilegt. Hvað er krúttkynslóðin? Spurt hvað er krúttkynslóðin? Spyr þetta er náttúrulega ótrúlegt að vita þetta ekki. Þetta er svo miklu yngri, Aldrei eftir það. Nei, þetta var alltaf bara eitthvað nafn sem var gefið svona minni kynslóð, þú veist. Eða þú veist, eiginlega,
þessi svona vinalega stemming. Svona eftir punkið og töffaraskapinn og allt í einu voru, þú veist, kannski var mest áberandi í Sigurrós og Moon, svona sem allir voru bara vinir en voru samt ekkert vinir í alvörunni. Og þú veist, og ég man bara að þetta var mikil umræða, þetta var krútt og þú veist, þetta var eitthvað orð sem einhver blaðamaður gaf þessari kynslóð. Bara náttúrulega eins og öll orð sem kom á alla kynslóður, hvort sem það er punk eða þetta er alltaf skammareyni. Þú veist, þetta skiptir engum máli, þetta er bara ómerkilegt drasl, þetta er bara eitthvað krútt. Og þess vegna finnst mér þetta gott orð, þegar þetta er bara svona, þetta gerir lítið úr þessu. Af því að þú veist, það er alltaf, þú veist, þannig að ég alveg bara af því ég er af þessar kynslóð, ég bara, þú veist, ég beygi myndi það að vera af krútt kynslóð. Það er, og ég veit ekki hversu góð skilgreining þetta er, en já, þetta er ómerkilegt. Gjörðu svo vel. Já, mjög gott. Já, aftur. Bara til áréttingar og fyrir upptökuna okkar, þá er spurningu sal titil sýningarinnar Guð hvað mér líður illa. Já, sko þessi titil kom í rauninni bara þegar að ég mundi allt í einu eftir teikningu sem er frá 2008 sem er hérna á sýningunni, sem er bara teikning sem stendur þessi orð skrifuð á blað Guð hvað mér líður illa. Og við vorum, sko, nafnið á sýningunni þess að við vorum að vinna að henni, þá hét hún Þú dýra list eftir fyrsta gjörningnum sem að það lag Schuberts hefst á orðunum Du holde Kunst, sem er þýtt á íslensku Þú dýra list. Og við Markus vorum mjög ánægðir með það, en svo voru vinnir og frænd fólk að segja okkur að þetta þýddi bara að þetta var ógeðslega dýr verk á sýningunni. Þetta átt að þýða listina, þetta er allt verk, svo mikið verk til listarinnar. Og maður var að hugleiða þetta sem allt í einu bara mundi eftir þessari teikningu, Guð hvað mér líður illa, því að hún var teiknuð algjörlega á stundu þar sem mér leið hræðilega. Og bara, já, en samt fannst mér eitthvað svona áhugaverð spenna í henni af því að hún er að líða illa en hún gefur samt frá sér einhverja furðu jákvæða orku, bara þessi orð á blaði. Að bara eins og, þú veist, eins og Shelley sagði að, þú veist, sorglegu lögin eru þau sem láta mann líða vel. Og þetta er ekkert eitthvað að það sé erfitt að vera fabulous, sko. Þetta er ekki það, sko. Og því að þú veist, því að þetta er bara, þið vitið að það er sama hvernig lífið er, að öllum líður illa. Þú veist, þið mannlega ástand er meira og minna að líða illa. Og við erum öll að reyna að berjast við það að líða ekki illa og svo deyjum við. Takk fyrir. Og svo ég árétti og spólið hans tilbaka og undirstriki, þá erum við aftur kannski komin að Friðrik Mikla og átrúðunarum á listina. Að í stað þess að leita til trúarinnar, þess að maður hugsanlega myndi einhvern veginn láta manni líða betur með sitt aflausna hverju svo sem maður finnur upp. Þá er það trúin sem það listin segir sem maður tekur við. Já, og þetta er í rauninni líka bara var síðan að vísfyrirmynd í lagið þegar Franz Schubert og Franz Schubert
frá 1810, þau voru 18 ára, að það bara, du holde Kunst in wie viel grauen Stunden, wo mich das Lebens will, das die Kreis umstricht. Það í rauninni bara Guð hvað mér líður illa og listin hjálpa mér að líða ekki svona illa. Já. Þannig að þá kemur þetta, já. Við hljótum að staldra hérna við og andspænisverkinu til minningar sem er einnig með þýskri áleitru og hérna erum við með þýskan söngtexta sem þú vitnar í og þú vitnar statt og stöðugt í þýsku og þýskan kultúr. Hvað þetta fyrir nokkuð? Já, þetta mjög góð spurning. Sko, ég nota mjög oft þýsku í verkum mínum og gef verkum mínum þýska titla af því að til dæmis verk eins og einstinni sem eru næturhimnar, það eru endalaust málverk af næturhimnum og þeir heiti í rauninni Brúðkaupsnóttin. Það bara ekki töff, eða Wedding Night, það bara ekki töff. En þú kallar það Die Nacht der Hochzeit. Það bara verða töff. Við hljótum að kaupa það. Og síðan sko, og síðan mjög mikið bara, held ég, sko að því ég var alin upp á guðmóður mín, var var ljóðsöngkona og þjóðlagasöngkona, Engel Lund, sem var í Þýskalandi millistríðsárana og var að segja manni frá þessari stóru þýsku gyðinglegu menningu sem var fyrir seinni heimsstyrjöld. Hún var vinkona Óskar Kokoschka og hélt heimatónleika hjá Sigmund Freud og þetta var svona, hún lifði í svona Stefan Zweig veröld sem var og þetta í rauninni Evrópa sem horfin okkur, hún ekki lengur til og ég bara mjög heillaður af þessari menningu og heillaður af þessari spennu sem var í þýskri menningu sko, milli þessari þýsku menningar og svo gyðinglegar menningar og það til dæmis bara verki Dichterliebe eftir Heinrich Heine sem var þýsku gyðingur og náttúrulega maður sem sagði um leið og byrjar að brenna bækur þá mjög flott að stuttið og byrjar að brenna fólk. Hann var á leiði þarna í upphafi fram á miðja 19. öld og Dichterliebe eftir Heinrich Heine finnst mér eitthvað stórkostlegasta listaverk sem ég veit og sérstaklega þegar Robert Schumann samdi tónlist við hana að það verk sem samið á hápunkti rómantíkur en sko gjörsamlega brýtur niður rómantíkinn á sama tíma. Það svona eins og fólk í dag eitthvað að tala að endalaust hvað deconstruction, hvað heitir deconstruction á íslensku? Afbygging sé töff og þú veist, Heine var í afbyggingu miðja 19. öldina og ég bara, og þessi þýska rómantík og Goethe, ég veit þau bara tengt rosalega vel mikið við þetta og síðan náttúrulega bara, þú veist, bara verandi, þú veist, fæddur 1976, bara, þú veist, 20. öldin bara svo brennd af þessu stóra, hryllilega báli sem að má bara rekja bara beint til þýskra menningar sem er seinni heimsstyrjöldin og þetta einhvern veginn, já þú veist, þetta er svo mikið í manns menningu og þetta bara hefur verið alltaf, mér alltaf þótt þetta rosalega áhugavert kannski bara við að vera alin upp við það og þú veist, horfa á fullt af bíómyndum og þú veist, vondi kallinni þýskur og þýska bara eitthvað, það er eitthvað heillandi og óhugulegt við þýsku og þýska menningu. Þetta vísar sko, þetta er mjög spennandi skýringkvismir á svo mörgu í þinni list og sérstaklega svona verkum sem kunna að koma spánst fyrir sjónir þegar þú fæst við svona þungavíktar hluti í mannkynssögunni eins og í inngangsverkinu fyrir frammi, Stunga Hitlers. Hvað ert þú að vísa í það og heimsstyrjöldin og Þriðja ríkið og svo förum við upp og það er þetta mála málverk á hermundusvæðunum í Ísrael og svona fljótt á liti þá stingar þessi verk einhvern veginn í stúfið léttleikan og dægurmenninguna sem þú ert að vísa til eða klassísku svona menningar sem þú ert að vísa til að fá allt í einu svona brútal heimsósóma inn í verkin.
að þú tækist á við það líka. En þegar þú lýsir þessum áhuga þínum á þýskri menningu, þá finnst mér einhvern veginn þetta koma allt saman heim og saman. Já, þetta kemur í rauninni heim og saman, og síðan er líka Ísrael, þú veist náttúrulega partur af þessari sögu, og Ísrael er líka bara, það er bara stríðið sem hefur alltaf fylgt okkur. Að bara frá því ég fæddist, þú veist, bara Vesturbakkin er bara, þú veist, stríð kom og fara, Kosovo, Sýrland, Afganistan og þú veist, þetta kemur og fer, en sko bara Vesturbakkin er stöðugt, bara svona, í rauninni bara svona eins og höggmynd í okkar lífi. Og mér fannst bara mjög áhugavert að vinna með það. Og líka bara að maður tengir alltaf saman fagurfræði og pólitík. Að þetta er, þú veist, og bara ég verð alltaf hræddur þegar fólk segist ekki trúa lengur á pólitík og segist bara, já, við erum bara alltaf, þú veist, mér finnst allt vera pólitískt og listinn er svo hlaðin pólitík. Og þú veist, já, og þú veist, það má einmitt segja að þú veist, listinn er ekkert göfug og falleg endilega. Og það er líka það sem er náttúrulega sjokkið við þýska rómantík. Að seinni heimsstyrjöldin er bara hreint afkvæmi þýskrar rómantíkur. Það mesta mannvonska í heimi er í rauninni bara náskyld, hún er bara af listaranum toga. Þannig að þegar fólk segir, ég trú ekki á þessa pólitíkur sem get ekki listamennirnir tekið við, þá fæ ég bara hroll. Já. Þeir listamennir er ekkert betur en annað fólk. Þeir geta vel verið bara verri. Gjörðu þið svo vel ef þið hafið spurningar, kæru gestir. Ef ekki, þá langar mig til þess að spóla aðeins tilbaka. Við vorum að tala lifandi gjörninga hérna í Asanum, þar sem að fólk er að fremja gjörning daginn út og inn. Öllum 8 stundum safnsins, svona viðvarandi langir endurtekningarsamir gjörningar. Og auðvitað er það einhver upplifun að vera inn í því verki, fara inn í salinn og upplifa áreynsluna, líkamlega erfiðið, nærveruna við listamanninn. En svo fer maður upp og lítur samskonar gjörning öðrum augum, af því það er þetta vídeóverk. Þá er ég að tala Helling af sorg, A Lot of Sorrow, þar sem að National flytur eitt og sama lagið, standa á stöðut, marga klukkutími sen. Getur aðeins farið út í bara haldið áfram með hugmyndir svona eðli gjörningsins, hvernig það yfirfærist á þetta verk? Hvað breytist við það að nú er þetta orðið vídeóverk og ekki þessi nærvera við? Já, mér finnst bara oft mjög áhugaverð það að hlutur sé gjörningur og síðan þessi lifandi flutningur. Og náttúrulega þetta er líka bara eitthvað sem var alin upp við að vera alin upp í leikhúsi, alltaf bara hver er munurinn á leikhúsi og kvikmynd. Og þú veist, að hafa þetta lifandi og inn í einhvern veginn rýminu og svo bara flatt á skjá. Að mér finnst þetta vera í mínum huga er þetta í rauninni bara málverk og skúlptúrar. Þegar gjörningurinn er lifandi þá er hann nær höggmyndinni og þegar hann er í myndbandsformi þá er þetta að vinna með málverk. Og undarlegt er að þú stundum hefur maður verið að gera gjörninga og svo gerir maður eins og A Lot of Sorrow og svo þegar myndbandsupptakan, kvikmyndin á honum finnst mér í rauninni miklu meiri nálægð heldur en gjörningurinn sjálfur. Að það er eitthvað dularfullt við ljósmyndina, við kvikmyndaljósmyndina sem að býr stundum til meiri nálægð af því að maður þorir einhvern veginn að fara upp að flytjandanum og bara horfa á flytjandanum, en maður kann einhvern veginn aldrei almennilega við að glápa of mikið ef fólk er að flytja lifandi, og það finnst mér líka mjög áhugaverður staður þegar þessi svona mannlega nánd sem er líka fjarlæg þegar gjörningun er lifandi og síðan náttúrulega þegar það eru lifandi gjörningar þá er bara rosalega spenna. Það er allt annað í gangi, það er bara tilfinningaleg spenna inn í rýminu, en þegar þú horfir á myndband þá ertu að horfa á leifar þá ertu að horfa á bara í rauninni einhvern veginn portrett af spennu. Já. Og svo smitast þetta eins og þú talaðir örlítið áðan þegar þú talaðir málverkið, að þú hefur svona nýtt kannski það sem afsökun að kalla bara málverkið í rauninni vitnisburð gjörning.
þú notar þetta dálítið markvisst áfram og það gerist líka í þessari málverkaseríu sem hérna uppi, byggingarlist og siðferði. Það eru verkin sem þú málaðir í Ísrael, við töluðum áðan. Ég málaði sko ekki í Ísrael, þetta er á Vesturbakkanum. Fyrirgefðu, þú málaðir á Vesturbakkanum, hárrétt. En sem sagt, það er sama, þú getur notað sama tungutæki þarna, eða ekki, að horfa þetta sem einhvers konar gjörning, eða hvað? Jú, þau í rauninni gengu út á að vera sko, að gjörningurinn var að fara, þetta var þannig að mér var sko boðið af CCA, nútímalistasafninu í Tel Aviv, að gera sýningu og þetta var bara, maður var, já, það hljómar spennandi, það var bara mjög langt síðan að það hefði verið einhver viðbjóður í gangi, eða svona stór viðbjóður og eitthvað hryllingsstríð og já, það hljómar áhugavert og svo kom þarna síðasta Gaza árásin þegar Ísrael voru að sprengja á Gaza og þá þegar maður bara svona, nei, maður á náttúrulega ekki að vera að gera myndlistarsýningu þannig að þegar þetta er í gangi og bara á myndir og allt sem er í gangi en svo kom allt í einu þessi hugmynd upp og mér fannst hún eitthvað svo áhugaverð því að í öllu þessu tali um Vesturbakkann þá er alltaf þessi landtökubyggðir og maður sér það bara eins og eitthvað svona sem að maður veit ekkert hvað það er. Þetta eru þessi hræðilegu landtökubyggðir sem eru rót vandans og svo bara fékk ég alltaf þessi hugmynd bara að fara með striga og olíuliti og bara mála bara svona saklaust málverk af húsunum í landtökubyggðunum af því að síðan eftir ég googlaði svo bara prófaði að googla þetta og þá var maður svo heillandi að þessar hræðilegu landtökubyggðir voru bara svona eins og Garðabærinn. Þetta eru bara svona settleg, borgaraleg hús sem eru fordæmd af Sameinuðu þjóðunum og eru í rauninni stríðstæki af, þú veist, bara í stríðstæki í sko einhvers konar kynþáttahreinsun. Að þetta er svona svakalega hlaðin hús. Mér finnst bara svo áhugavert að fara og gera, þú veist, það sem að mann finnst svo saklaust form sem er bara að mála bara, þú veist, hús, olíu og striga af sætu húsi með rósum fyrir framan að það væri bara það væri einhvern veginn hlaðið af þessu öllu saman og þannig að ég leit svo á það að verkin væru dokumentasjón af þeim gjörningi að fara og gera þetta sem var að ég og Ingibjörg og Júval sem var okkar maður sem að keyrði okkur út allt og við bara keyrðum ógeðslega hratt á sendiferðabíl út alla Vesturbakkann og hlustuðum ógeðslega hátt á hip-hop og vorum bara ógeðslega hrædd að þú veist, það er bara þú veist, það er bara allir með vélbyssur og svo bara stillti maður upp og þú veist, fór í eitthvað spjall með íbúana hvað maður væri að gera og það var þetta var svona að feysa hlutina algjörlega og þetta er svona mjög erfiður gjörningur fysiskt og andlega og siðferðislega og allt og bara mjög brútal en það sem eftir stendur eru bara sætar myndir af sætum húsum. Og hlíðarverk, ljósmyndarverk sem kannski segir okkur frá sem er svona hinum megin. Já, það er eitt ljósmyndarverk sem það er þessi málverkaserían byggingarlist og siðferði eða Architecture and Morality. Þetta kom ógeðslega mikið út frá titlinum sem að því að plötu í plötusafninu með OMD eða Orchestral Maneuvers in the Dark og bara svona þetta tilgerðarlegasti plötutitillinn í plötusafninu sem er Architecture and Morality með Orchestral Maneuvers in the Dark og þetta var alltaf bara brandar í vinahónum þessi fáránlega tilgerðarlegi plötutitil og svo bara allir bara þetta verk er bara nákvæmlega Architecture and Morality bara byggingarlist og siðferði og þannig að það verk og síðan er ljósmynd sem að Ingibjörg Sigurðsdóttir eiginkona mín tók af mér að mála á Vesturbakkanum og það er svona fjölskylda þarna og heimilisfaðurinn heldur bara svona risastóru hrískuldabissu og barni og er að spjalla við mig og það ljósmynd og svo ljósmynd heitir bara listamanna fáviti heldur hann hafa eitthvað að segja um heiminn. Þetta var svona, þessi situasjón var bara svona, þetta er bara svona fávita situasjón. Að þegar maður, þú veist, ekki að gera neinum gott. Þú
þú veist, þetta ekki gott fyrir palestínskan málstað, þetta ekki gott fyrir ísraelskan málstað. Þetta bara eins og mér finnst að listinni að vera, þetta bara frá djöflinum, þetta bara hálft sem afl. Og mér finnst það rosa, þar vil ég einhvern veginn, þar vil ég vera sem manneskja, en ekki sem, nei, þar vil ég vera sem listamaður, ekki sem manneskja. Já, Þetta var Freudian slip. Kæru gestir, hendur á loft, gjörðu svo vel. Þakka fyrir og afsaka fyrir að skoða aftur. Veistu þú? Já, þú flugveist, afstæðlega. Já. Senn að listamenn sem mjög léleg pólitíkusar. Leika sér fékkst þú við liðið afgist í stjórnmálastarfi þeirra. Ég vil veltaði fyrir mér hver heldur með réttir snerti flötur fyrir listamenn til að hafa áhrif á svona raunverulega pólitík. Ég held að það sé bara gangi félagasamtök sem maður trúir á og bara svona díla við pólitík á svona bara einhvern, þú veist, ég alltaf að verða líka á okkar sko popúlísku tímum. Það bara alltaf að verða meir og meiri einhvern veginn svona hófsemdarmaður. Bara já, ég trúi, þú veist, já, ég kýs VG og bara hef trú á þeirra starfi. Svo hringdi Katrín í mig og spurði hvort ég vildi koma í framboð og ég sagðist nú aldrei geta gert það og hvort ég geti gert eitthvað gagn. Bara því ég bara trú á þeirra starf. En ég var ekki í rauninni bara að því, þú veist, listamaður getur gert gagn í þú veist, kosningabaráttu bara svona eins og svona skemmtikraftur. Þú veist, að því maður alltaf eftir einhverjum listamönnum á framboðslistum. Þetta hefur alltaf verið, þegar þetta er rauninni svona mjög hefðbundið pólitískt starf fyrir listamann, þannig sé. En af því að ég trúi bara á því að pólitík sé einhvern veginn, já, í rauninni fyrir utan listina. Þú veist, það er að vera manneskja að þú veist, reyna að gera gagn í heiminum og gera eitthvað gott og fagurt. En myndlistin er svo miklu, já, þú veist, ég smá trú ekki á að gera list út frá, því að eins og Oscar Wilde sagði einhvern tímann að all bad art is the result of good intentions. Að þú veist, að maður getur einhvern veginn ekki reynd að gera heiminn, jú, kannski, eða þú veist, já, þetta er minnst bara sikkur hluturinn, sko. Já, þú veist, þetta er bara eins og að vera einhverju vinnu og stundum síðan pólitískt starf, en það, já, þetta kemur þegar maður sé bara í löggunni, og ég er bara í löggunni, gerir bara mitt starf og svo kannski er ég í einhverju pólitískum flokki, en það má ekki smita starf mitt í lögreglunni. Þetta var mjög slæm líking, en þú skilur. Eðaleg tilraun enga síður. Eru fleiri hendur á lofti? Já, gjörðu svo vel. Já, mér langar að spyrja hvort þú getur talað nánar hlutgervingu þína á sjálfum þér. Það er spurt hlutgervingu þína á sjálfum þér? Já, ég meina bara að ég nota sjálfa mig í gjörninga og svoleiðis, það náttúrulega bara var það líka að vera heillaður af eins og Karli Snyman og Marina Abramovic og náttúrulega Cindy Sherman og svo líka Bruce Nauman og listamennum sem að notuðu sjálfa sig og náttúrulega Rúri hérna á Íslandur Sigur Guðmundsson sem notuðu sjálfa sig sem bara fyrirbæri í listaverkinu þegar líkaminn fer að koma inn í listina og já, bara, þú veist, kannski líka bara að það er eitthvað svona athyglishyggju og líka tengist mjög mikið bara eins og Latta. Þú veist, bara, ég hef alltaf verið mjög heillar af Latta og hvernig hann notar sig. Þú veist aldrei hver hann er, en hann er einhvern veginn bara listaverk. Já. Ég held þetta sé einhvers konar svar. En samt hlutgerving, já, því að ég bara, þú veist, ég lít bara á mjög mikið á sjálfa mig sem hlut. Ég bara núna, þegar ég er eldist, þegar ég er að reyna að líta á sjálfa mig sem eitthvað annað en bara einhvern hlut sem er hérna í heiminum. Já, það spurst þú samt. Í framhaldi af þessu þá heyrði ég þig segja um
daginn og gleymdi því stundum að vera til. Og þú væri líka að því sem einhvers konar, eða þú veist, þú upplifir þig sem einhvers konar upptökutæki einhvers sannleika. Það tengst það eitthvað sem hlutgerð eða? Já, spurt er hvort ég líti svo ég sé ekki til og líti á mig sem upptökutæki sannleikans. Á ég að vísa gestir húsa. Nei, það var í rauninni bara, þú veist, út frá þessum pælingum sem að ég held allir þekki að vera, þið vitið að, þú veist, við erum bara að sjá heiminn í kringum okkur og við erum einhvern veginn bara kameran sem sér heiminn og við gleymum því stundum að þið sjáuð mig þegar ég er hérna. Mér finnst ég bara að vera að tala og sjá ykkur en er ekki meðvitaður um hvernig þið eru að sjá mig. Og bara þetta er svo, þú veist, þegar maður leggur á borð og gleymir að leggja borð fyrir sjálfan sig. Að ég held að þetta sé sko, þetta er ekki hóvar, þetta er eitthvað svona sturluð manía að leggja ekki borð fyrir sjálfan sig, bara. Og líta sjálfan sig sem upptökuvél. Heimurinn sé bara eitthvað svona dansandi hringekja fyrir mann sjálfa. En það er smá svoleiðis tilfinning í mér og ég held okkur mörgum. Talandi megalómaníu, þá finnst mér einhvern veginn eðlilegt við förum hérna í kannski smá spjall verk sem að mér finnst ákaflega mikilvægt og gaman að geta sýnt á þessari sýningu. Þetta er mikilvægt verk á þínum ferli og ég hef heyrt tala á þeim nótum Heimsljós, líf og dauði listamanns, sem er kvikmynd byggð á skáldsögu Halldórs Laxness. Og það kannski getur aðeins reifað þetta stilt hlutverk í því samhengi. Hvað ertu staddur inn í því verki sem listamaður? Þegar þú ert að taka verk annars listamanns í raun og túlka það. Hver er þín afstaða sem listamaður hér og nú í þessu verki? Já, mín afstaða er bara að ég er að taka eitthvað stórkostlegasta listaverk sem hefur verið búið til á Íslandi, sem er Heimsljós, og bara eitthvað frábærasta listaverk sem ég þekki hvað að reyna listaverk, þetta er þessi bók er listaverk sem er að reyna að skilgreina hvað er listaverk og hvað er listamaður og einmitt. Og er skrifað í þessari stóru pólitísku deilu 4. áratugarins. Og þar líti ég á verk Halldórs Laxness bara algjörlega sem efnivið. Sem bara einmitt. Sem er bara eins og málar nögt og kúlur. Þið vitið. Eða blómavasa. Að þarna er þessi stóra skáldsaga bara listræn efniviður fyrir mig. Og þú veist, ég veit að Halldór Laxness myndi alveg fyrirgefa það því að þessi skáldsaga er miklu stærri heldur en svo að hún skaðist eitthvað af því að einhver listamaður sé að dúllast með hana. Og ég held að stóri listaverk þolað alveg að aðri listamenn sé að bulla í þeim. En í hverju felst þitt bull? Af hverju dreif þetta þig áfram til að gera þetta eins og þú gerði það? Það felst í því að mig langar að gera verk sem væri einhvern veginn grunneðli Heimsljós sem er fegurðarþráin og meðalmennskan. Og að maður reynir að höndla að spegla fegurðina en tekst það ekki. Og við fórum þarna til Vínarborgar, ég og hópur af frábærum listamönnum og vinnum mínum og hluta fjölskyldunni. Bara svona, þetta var svona ferð sem var ótrúlega mikið af frábæru fólki sem var til í að koma í þetta svona allir vissi að þetta væri vonlaust projekt, það er alltaf að ná utan Heimsljós. Það er kannski það sem er heillandi við það, og það er sem er heillandi við Heimsljós bókina, að hún er einhvern veginn, en hún er nefnilega ekki vonlaust projekt, hún er stórkostleg. En hún er hinn vonlausa listamann, skáldið sem trúir bara á fegurðina og trúir á andagiftina
og alltaf þessa dásemd sem að listin en það bara þegar maður trúir bara dásemdina sem listin þá deyr allt í kringum mann og maður verður pervert og fremur sjálfsmorð en samt maður sigurvegari. Eru fleiri spurningar frá sæl? Þetta raunverulega það sem þú ert að segja sem listamaður? Nei. Alls ekki, sko. Nei, ég alls ekki að segja þetta nei. Mér finnst þetta bara rosalega af því að þessi skáldsaga líka svo gott að því að mér langar að gera verk það þegar að fólk að leika, þegar fólk að reyna að búa eitthvað til. Og þú veist, þess að ég hef gert svona verk sem eru, leikmyndir, þess að þú sér bakhliðina, að málverkið fjall og svo sérðu aftan á það bara leikmynd. Leikmyndir alltaf heilla mig og þetta moment í leikhúsi eða kvikmyndum þegar að leikari að leika eitthvað og svo hann búinn að leika. Að þetta bara fara upp í súblimuna og svo niður úr henni. Og þetta verk mjög mikið það. Að þetta eru allt listamenn sem eru að reyna að nálgast súblimuna eða þess að hið súbliman hið hálita og svo þetta í hversdagsleikanum. Það það sem að, það ekki perversion og sjálfsmorð sem að mér finnst málið. Heldur það þessi mörk listarinnar og veruleika. Mjög gott með hennar bónd. Við erum að næla okkur núna aðeins yfir í næsta klukkutíman, en það náttúrulega bara mjög ánægilegt að spjalla við þig þannig og fullt af brennandi spurningum allavega hjá mér, en ég veit ekki hvað við höndum lengi út, við erum spurningar úr sal. Mér finnst einhvern veginn mikilvægt að starta aðeins við í öðrum sal á þessari sýningu, af því það eru verk sem líka dálítið öðruvísi, sem eru sviðsetningar úr vestrænni menningu, sem eru nýju vídeóverk sem að mynda eina heild en eru sjálfstæðar einingar. Þetta er hengt upp eins og málverk, kyrrmyndir, samt á hreyfingu, einhvers konar ástand. Þetta er verk sem að slær mann svona svolítið spánst, maður veit ekki alveg hvað maður á að halda. Og það er dálítið gaman að heyra þig fara aðeins í bakgrunninn og tilurðina og segja svona okkur frá því verki. Já, þetta verk, sviðsetningar úr vestrænni menningu eða Scenes from Western Culture, var bara alltaf til við eitthvað svona óþol og hræðslu við vestræna menningu. Að við það að vera svona fab og fara út allan hinn vestræna heim. Og fer maður til Ástralíu og fer á stað sem alveg svo snaps í Ástralíu og flýgur síðan til Ameríku og fer á stað sem alveg svo snaps í Ameríku og flýgur til Ísland. Það er allt eins. Þessi vestræna menning alltaf bara, hún alltaf salad serve shooter og Careless Whisper með Vam. Og það var þetta moment það bara þegar ég heyrði allt í einu Careless Whisper með Vam í leigubíl leiðin frá New York flugvelli í svona í 8000. skiptið að ég bara allt í einu fattaði Careless Whisper með Vam út allan heim, alltaf stöðugt að minna okkur á ægivald vestrænar menningar. Þetta er svona stór grískur marmaraklumpur sem yfir öllu. Og það á einhvern veginn aðri menningar en maður eigi ekkert séns í þessa yfirþyrmandi vestrænu menningu. Og fór þá svo mikið að hugsa vestrænu menningu og líka bara ást mín á henni af því að maður náttúrulega bara svo finnst maður núna alveg frábær líka og bara alveg upp í henni og afsprengi hennar og þá fór ég að hugsa svo mikið vestrænar þrár sem alltaf svo proper þið veitir svona siðsamar og vildi gera svona í rauninni vídeómálverkaseríu sem var svona eins og Watteau málverk, þegar franski málarinn Anton Watteau sem vann mest við frönsku friðinni í upphafi 18. aldar og hún gerir bara ótrúlega falleg málverk af fólki að einhvern veginn gerir ekki neitt í fallegum fötum. En þessi málverk eru bara eitthvað bestu listaverk sem hafa verið búin til af því að þau eru svo hlaðin einmitt af einhverju pólitískri spennu og eða hvernig þau eru einhvers staðar á milli þess að vera ekki neitt og vera allt. Og að ég bara mig langaði að reyna að gera svona vídeómálverk sem væri svona eins og
Antoine Watteau. Og þannig að það bara valdi svona senur sem eru bara svona einhvern veginn dásamlegar. Bara eitthvað par sem kemur á spýttbát að bryggju og labbar út úr honum og kissist og konan labbar í burtu, maðurinn siglir í burtu á spýttbátnum og komaði aftur og aftur og aftur. Og það einmitt tekið á, og svo þetta alltaf sko, það einmitt tekið upp á svona vatni í Sviss, að þeim sko svissnesk náttúra svo áhugaverða því að á 19. öldinni voru alparnir, svissnesku alparnir tákn hins trilltu rómantísku þrár, en núna í dag þýða þetta bara eitthvað dýrt. Þetta er bara því dýrt úr eða dýrar tryggingar eða eitthvað bara. Það er bara auglýsingaheimurinn hefur einhvern veginn breytt svo mikið myndmálinu og já, það öll þessi verk eru sko í rauninni, eru þau portrett af listamönnum og eru síðan hlaðin af einhverjum alls konar óþægilegum hlutum í vestrænni menningu í öllum sínum þægilegheitum. Eins og til dæmis Jason og Alicia Moran sem eru bara að borða kvöldmat og spjalla saman og panta drykki og eru á 21 Club sem er hvítasti veitingastaður New York-borgar. Það er mitt staður sem Donald Trump fór til þess að fagna því að vera orðinn forseti. Fór hann strax, fyrsti staður sem sást opinberlega á var 21 Club. Og mér fannst þessi bakgrunnur þar einmitt áhugaverður þessi staður og eða já, ég get röfla endalaust að þessar myndir ekki neitt en mér finnst svo en eru hlaðnar á alls konar hlutum sem þú sérð ekki en kannski finnur. Það ekki langt frá kannski málverkunum á Vesturbakkanum af húsunum sem lítið út eins og þessu Garðabænum? Nei, þetta ekki langt frá því sko. Þetta bara, mér finnst svo bara kannski við að vera svona brjálaður sósíalisti og feministi að þá finnst mér svo áhugavert óréttlætið í heiminum hvað það er lekkert. Það getur farið svo vel fram. Það fer svo vel fram. Og mér finnst það bara svo brjálæðislega áhugavert. Það er svona, finnst mér þetta díónisíska ekkert endilega, mér finnst það alltaf svo saklaust. Eitthvað, já, ég ætla bara að kúka og þú veist. Mér finnst það svo sætt og saklaust. En mér finnst bara flott hús, flott epi. Mér finnst það bara eitthvað geðveikt, satanist og töff. Hikið ekki við að spyrja Ragnar spjörunum úr. Hann er kominn á ról hérna. Þeir ekki að gjör svo vel. Hvað þýðir endurtekning fyrir þig? Ég var bara að spá að það kemur svolítið fram sem tema í verkum þínum, endurtekning, hvort það sé einhverja sérstaklega ástæðar fyrir því? Þið spurt endurtekningu og bara hefðu mátt koma fyrir. Já, lykilþáttur í þínum verkum. Lykilþáttur í mínum verkum, trixið mitt, þetta var svona trixið mitt. Og þú veist, já, svona eins og, já, þú veist, eins og Eiríkur Smith átti sín trix, já, eða nei, ég bara nota hann rosa mikið af því að ég náttúrulega kynntist henni í leikhúsinu og í Trúarbröðunum og í Trúarbröðunum er hún sko, hún er grunnforsandi þess að okkur líði vel, bara við endurtökum hlutina, þá er allt gott, þá er allt í lagi. Bara segjum þetta aftur og aftur, þá er allt í fínu. Og svo finnst mér endurtekningin líka áhugaverð þegar hún tekur burtu tímann, hún tekur burtu narratífuna, eða frásögnina. Að hún stoppar, hún er svona, hún nær að gera hinn líðandi tíma einhvern veginn eins og málverk eða skúlptúr. Hún nær að láta hann allavega svona gefa okkur blekkingum að hann sé frásögn tíminn. Og ég held þessi líka bara, þú veist, ég held að það hafa haft mjög mikil áhrif á mig sem unglingur að sjá kvikmyndina Groundhog Day. Svona í alvöru tala. Maður segir þetta ekki, umbygglega, en mér fannst það bara geðveikt mynd. Já, það er spurning hérna aftast. Ég finn mér. Já. Ok, gott. Ég vil þess að bara spyrja hvað tónlist þýðir fyrir þér, að það er mjög augljóst að þú kemur fram með í öllum verkunum þínum, í nöfnum og eðli,
Tónlistin, hvaða máli skiptir hún þig og hvað tónlist fyrir þér? Bara, hún skiptir mig höfuðmáli. Og hún er súrefnið, hún er einhvern veginn mjög mikið í því listrarnum súrefnið sem ég enda að mér. Af því að hún náttúrulega við lifum á tímum þar sem tónlistin alltumlykjandi og hún bara, ég svona algjör ég er bara brjálaður fíkill í tónlist og kikkið sem að fara út á tónlist. Þú veist, hvort sem það er Kanye West eða Wagner eða Sturla Atlas eða Hemmi Gunn eða Joni Mitchell eða Björk. Þú veist, já, þetta er erfiðasta spurningi sem ég kom í kvöld. Þetta er bara svona, hvað er það að vera manneskja? Þetta er bara, já, já, bara eins og segir í laginu, Andi Músík, hún gerir lífið smá meira virði, að hún gefur lífinu miklu meiri dýpt og virði. Hún er einhvern veginn, já, hún er svolítið göfugust allar lista, þó að mér finnst mjög erfitt að búa hana til, ég hef verið í alls konar hljómsveitum og svona. Mér finnst mjög erfitt að búa hana til, en mér finnst ótrúlega gaman að njóta hennar. En þá fyrir kannski bara síg og seinni hlutar hjá okkur, það ekki, Ragnar? Jú, það ekki bara? Ég drepa mannskapinn leið. Nei, það viljum ekki. En það er ágætt að klikja út með fallegri hugleiðingu og ég veit að þú átt hana inni þegar ég spyrði það því, hvað er að vera listamaður? Sko, hún Ingibjörg eiginkona mín skilgreindi þetta bara í fyrra, þegar við vorum að keyra. Að vera listamaður er að vera atvinnumanneskja. Þakka fyrir falleg lokaorð og þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna.